stór sigur verkamannaflokksins á kostnað íhaldsflokksins og það allir bara, wow, þetta rosalegu sigur. Hvað voru að tala aftur? 651 mennskjördæmi, þar eru verkamannaflokkurinn með 410 þingsæti og bætir því við sig heilum 210 þingmönnum frá þessum áður var. Íhaldsmenn ná aðeins 119 sætum og missa því 248 þingsæti. Þetta hljómar stórt. Þetta hljómar eins og Keir Starmer, nýr leiðtogi verkamannaflokksins, eða svo nýlegur, sé bara búin að lyfta grettistæki og heilla alla þjóðina. En málið það, þetta algjörlega karakterlaus stjórnmálaleiðtogi sem að enginn þekkir í raun og veru því að hann algjörlega litlaus. Það ekki leiðtoga hæfileikar hans sem að hafa skilað þessu. En það þetta færri atkvæði heldur en verkamannaflokkurinn fekk síðast og þar síðast. Það mjög áhugavert. En þess að Jeremy Corbyn, þegar hann bauð fyrst fram, 2017 eða eitthvað, þá var verkamannaflokkurinn með 12.500.000 atkvæði. Síðan Jeremy Corbyn aftur í næstu kosningum, þá var hann með 10.500.000 atkvæði. Núna Keir Starmer með stærsta þingmannafjölda í áraraðir og stórsigur, hann með 9 milljónir atkvæða. Minna heldur en síðustu 2 verkamannaflokkar. Þannig að þetta blekkjandi. Og hvað veldur? Jú, þessi einmanningskjördæma skipan, hún svo sérstök að Nigel Farage, flokkurinn Reform, var sem sagt langstærsti sigurvegari í kosningana með að það hann nýr flokkur sem hafði einhverja 6 vikur til að skipuleggja sig frá því að það var boðið til kosninga og nær 4 milljónum atkvæða. Og fyrir þessar 4 milljónir atkvæða fær Nigel Farage 4 þingmenn. Það kostar 1 milljón atkvæði að fá 1 þingmann í þetta gali kerfi. Það eru 650 þingmenn á þinginu. Wow. Og Nigel Farage þarf 4 milljón atkvæði til að fá 4 þingmenn. Á sama tíma eru frjálslyndir demokratar, Lib Dems, með 71 þingmanna með minnir. Og veistu hvað þeir eru með mörg atkvæði? Ekki segja þessi larra. 3.500.000. 3.500.000 atkvæða færðu Lib Dems 71 þingmann á meðan að 4 milljónir atkvæða á Nigel Farage færðu honum 4 þingmenn. Wow. Og sjáu þetta bara að kerfið gallað. Það vilji kjósenda kemur ekki skýrt fram í þessu. Og verkamannaflokkurinn græðir mest á þessu því að hann náttúrulega bara flokkurinn sem var ekki stjórn. Kjósendur vildu refsa sitjandi stjórnvöldum sem voru með allt niður sig. Það látið eins og það séu einhverja breytingar í farvatninu en í raun og veru eru Bretar bara að fá meira af því sama. Og Keir Starmer, þetta svona bendir allt í þess að þetta verði svona eins kjörtímabila stjórn sem að hann mun leiða vegna þess að hann að taka við erfiðu búi, miklum vandamálum og miklum áskorunum sem að hann virðist ekki vera með neinar lausnir á. Ekki neinar svona, það ekkert nýtt undir sólinni, hann bara að fara að halda áfram með nákvæmlega sama. Hann reyndar ákvaðan eitthvað fyrsta sem hann tilkynnti var að þessi leið sem að var búið að ákveða að flóttamenn og þetta gera samning við Rúanda var það ekki. Bretland búin að gera samning við Rúanda að það bara, þeir færa allir til Rúanda í flóttamannabúðir þar og þetta átti nú held ég fyrst og fremst að hafa svona fælandi áhrifamátt að svona þeir sem væru að koma í stríðum strömmun til Bretlands myndu segja, nei, ég ætlum ekki að fara þangað þá bara endur við einhverjum gám í Rúanda maður ætlum ekki að gera það, en það hafði fyrir öfu áhrif, það bara búið að það eru 1,5 milljón manna sem hafa komið til Bretlands núna á síðustu 2 árum. Þannig að þetta algjörlega stjórnlaust og hvernig hann Keir Starmer allar að breyta þessu, það sést ekki í kortunum að hann sé með neina lausnir. Hefur hann eitthvað talað um alltaf að breyta þessu? Já, hann búin að lýsa því yfir að Rúanda leiðin sé off the table. Við verður ekkert svoleiðis, þannig að við ætlum bara hann ætlar að koma inn. Taka þetta á kassan. Og þannig að þetta skemmtilegt að bæði í Frakklandi og í Bretlandi sem sagt lýðræðið brotið. Það segja við erum að sjá vilja kjósenda fara í vaskinn. Það sem að kjósendur vilja það endurspeglast ekki á þjóðþingum Frakklands og Bretlands.
sem þýðir að áframhaldandi óánægja mun aukast og meiri þetta mun þýða meiri óróa og meira vesen bæði í Frakklandi og Bretlandi og við munum bara sjá öfl eins og Nigel Farage og þjóðfylkinguna í Frakklandi eflast þvílíkt. Já, þetta rosalega andlýðræðislegt kerfi. Já, það pælir í því. Það bara atkvæði þitt. Já, bara þetta liggur í þessari setningu, skiljum, þegar að vilji kjósenda kæfður niður, þá hlýtur að vera með andlýðræðislegt kerfi. Já. Og það það sem við erum að sjá þarna. Þetta magnað og verður mjög áhugavert að svona fylgjast með þessu. Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, hvetur Keir Starmer til að taka útlendingamálin föstum tökum í því skyni að slá vopnin úr höndum popúlista og hægri væng stjórnmálana. Það væri náttúrulega mjög skynsamlegt. Það þetta eitthvað sem að stjórnmálamenn eiga að vera löngum búin að átta sig á, og það þarf að taka fast á þessum útlendingamálum til þess að einhver öfgaöfl rísi ekki. Já, því það munu, þú veist, proper öfgaöfl, ekki þetta sem vinstri kalla alla, þú veist, hægri öfga, það mun bara alvöru geðveiki byrja, sko. Og þetta sérstætt komandi frá honum Tony Blair, því að hann eiginlega höfundur þessa vandamáls. Það var hann sem gaf í og vildi fá að opna allt landið, sko. Og varandi Brexit og yfirlýsingar Starmer að hann sæi ekki fyrir sér að Breta gengu inn í Evrópusambandið á næsta áratugum, sagði Blair að það eina sem hann vissi fyrir víst væri að Bretar þyrftu að tilheyra pólitískri fjölskyldu í eigin heimsálfu. En málið að það sem gerist í Frakklandi núna á næstunni, það sem gerist í kosningunum og gerist á næstunni að við erum að fá þessar hreyfingar, sko, öfga vinstrimanna sem á móti Evrópusambandinu. Það svona, ég hef séð að svona stjórnmálaskýrendur í Frakklandi hafa áhyggjur af því að þetta sé, sko, miklu verra mál fyrir Evrópusambandið heldur en kannski Frakkland, því að þetta sé kannski upphafið af einhverju sem mun gera Brexit bara einhverju peanuts í samanburði. Það bara eitthvað Frexit þá. Já, Frexit, Frakkland muni brjóta upp Evrópusambandið. Ef Frakkland fer, þá náttúrulega bara að því að Frakkland svona höfundur að Evrópusambandinu. En þannig að það eru rosalegir umbrota tímar í gangi. Og allt þetta tilkomið vegna þess að fólk við skulum bara telja nokkur dæmi. Hinn almenni kjósandi, hvort sem í Frakklandi eða Bretlandi, hefur hort upp á stjórnmálaleiðtoga sína hunsa vilja stríðandi fylkinga til þess að semja frið í Rússlandi og Úkraínu. Þeir hafa hort upp á stjórnmálaleiðtoga sína kippa úr sambandi öllum mannréttindum og einstaklingsréttindum, persónufrelsi og fyrirtækjafrelsi í COVID-faraldrinum. Þú veist, þeir hafa hort upp á stjórnmálaleiðtoga sína þykjast ekki sjá ruglið sem á sér stað þegar að hugmyndafræði sem segir að karlar geti verið óléttir eða þú veist, konur og kallar séu bara það sama og svo framvegis, að sú hugmyndafræði hefur svona verið látin bara einhvern veginn svona, já, við þykjumst ekki sjá þetta og samþykjum og breytum jafnvel reglum til þess að komast til móts við þetta. Þetta eru svona 3 atriði sem að gera það að verkum að fólki finnst veröldin vera orðin vitskert og stjórnmálaleiðtogarnir eru algjörlega ótengdir við fólki sitt. Þess vegna eru þeir að hafna sitjandi stjórnvöldum í öllum ríkjum álfunnar þessa dagana og þeir stjórnmálaleiðtogar sem eru kallaðir hægri populistar eða þeir sem að hafa sér að hag meiri hlutans fyrir brjósti eru þeir sem að sæki sér veðrið og það mun ekki vera neinn breyting á þessu, þetta mun þvert á móti bara vera meiri stígandi og þó að þeir hafi með ólýðræðislegum taktískum aðferðum náð að kæfa vilja kjósenda í þetta skiptið að þá mun hann bara verða ríkari viljinn og meiri afl á bakviðan í næstu kosningum. Þannig að þetta eru gríðarlega spennandi tímar. Við getum jafnvel verið að horfa upp á það að Evrópusambandið bara liðist hreinlega í sundur. Og hvað það góða fólkið að segja þá? Nú bara poppa maður og halla sér aftur og sér brennuvarkan að rústa þessu, sko.